Það Ásgeir, til hamingju með sæti í bestu deildinni. Var ekki bara fullkominn sigur á fullkominn degi? Jú, þetta var bara geggjaður dagur, geggjaður veður og bara mjög solid leikur. Það var svona þægilegt að klára þetta svona, 3-0 í hálfleik og já, það var alltaf svona frekar öruggt, fannst manni, og bara spiliðum vel og á góðu skriði akkurat núna. Það er alltaf búin að klára þetta þegar 3 raun fyrir eftir? Já, algjörlega, það er bara, við vorum með 2 markmið í sumari, í fyrsta lagi náttúrulega komast við upp og svo markmið nr. 2 að vinna deildina, þannig að nú er bara fókus á það að klára deildina. En bara, já, við erum mjög sáttir með að vera búin að klára þetta. Hvernig fannst þér annars leikurinn bara að spilast í heilsinni? Þetta var örugglega skemmtilegur leikur að horfa á. Það var nóg að færum, við fengum nóg að færum sjálfur og svo sem þeir voru alveg hættulegi líka í fyrstu leikundum og eitthvað. En já, bara mjög samfærandi. Skemmtilega sumri að ljúka? Já, mjög skemmtilegur sumri. Ég held að maður er aldrei unnið 10 leiki í röð áður á ferlinum, þannig að þetta var bara búið að vera geggjað. Og lítið sem að benda til þess að það fari eitthvað að stoppa í síðustu 3 leikjunum? Nei, það er bara algjörlega, það er markmiðið að klára þetta á sigurunni. Hvað er svona, hvernig fannst þér þetta svona vera komið hjá okkur? Þetta er orðið núna klárt, en skiljum við á hvaða mómenti í sumar fannstu að þið væru að vera ósigrandi? Maður fann, þú veist, auðvitað er maður svo sem aldrei ekkert öruggt í þessu, en maður fann það eftir kannski þegar við vorum búin að ná 6 sigurleikum í röð og mér fannst svona spilamennskan alltaf að vera betri og betri hjá okkur, það var alveg stígandi í þessu. Þannig þá var maður orðinn allavega, já, líf bjartsýnn og þetta væri að hafast hjá okkur. Tilhlökkun fyrir næsta tímabili? Já, við erum bara mjög spenntir fyrir næsta tímabili, það verður bara geggjað að vera komnir upp í efstu aftur. Takk hérlega. Takk fyrir.